Það var að sveitafélagið Ölfus og á línunni Barbara Guðnadóttir. Hæ. Jæja, hvað segir þá? Ég segi allt rosalega fínt. Glæsilegt. Ekki annað hægt í svona góðu veðri. Ertu upptekinn við að vera frábær? Nei, veistu að ég þarf ekkert að hafa fyrir því. Nei, nákvæmlega. Það er rétt. Það maður bara gerir eins og blóminn. Maður bara blómstrar og sýnir sitt fegursta. Já. Á svona sólríkum dögum. Algjörlega. Hvað er að frétta af ykkar svæði? Bara allt rosalega fínt. Það er reyndar svolítið þurrt eins og reyndar víðast á Suðurlandi. Já, það er ekki búið að rigna mikið. Það er ekki búið að rigna mikið. Vantar svolítið aðeins að bleita í. Enda líka þeir sem eru mikið í veiði að þeir kvart yfir maðkaleysi. Já, það er svona garðáhuga fólk og veiðimenn. Þeir syrgja rigninguna. Já, þeir gera það. Já, meðan við hinn sem erum bara að ferðast og njóta það er rosalega fínt að hafa þurft þegar maður á ferðalagi. Jú, ég er alveg sammála því. En það mætti rigna á til á nóttinni. Já, það er fínt. Já, þá er allir sáttir. Það var í gott skipulag. Get ekki reynt að koma því að framfæri. Þannig að þau einhverju við það er ekki frá Selfossi. Jú, það má alveg reyna það. Já, annars eru allir voðakátir. Það eru krakkar á hlaupum eftir fótboltaæfingar og leiðinni heim í mat. Búin að vera að hlusta á hlátrasköllin og fólk á krakkana á hjólum og svona, þannig að það er svolítið líf í bænum. Þetta er glæsilegt. Þorlákshafnarbúar eru mjög duglegir að ferðast, þannig að fólk fer mikið úr bænum helgar. En svo er líf og fjör í miðri viku. Já. Þegar fólk þarf að koma til vinnu og margir hverjir. Nákvæmlega. En nú erum við að hlökkum við til að því næstu viku þá erum við að fá góða gesti til okkar. Það er hljómsveit sem að skipuð alveg eðal tónlistafólki sem ætlar að halda tónleika á þriðjudaginn. Og það er bara yfirleitt, það hafa ekkert verið margir tónleikar á sumrin hjá okkur í Þorlákshöfn. En þetta eru tónleika númer 2 og það tókstu voða vel til með fyrir tónleikana fólk mætti, þannig ég vona að það verður líka góð mæting á þessa tónleika. Allavega þetta er alveg eðal tónlistagrúpa, hún heitir Mógil og þeir eru að fara að gefa út disk sem heitir Korriró og er að spila tónlist sem er svona blanda af svolítið klassík, þjóðlega tónlist og jazz og svona þetta er svona létt og alveg ótrúlega fallegt og auðvelt að fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því að þetta sé eitthvað svona óskaplega þungt eins og fólk hefur ofta áhyggjur af þegar það heyrir orðið jazz og klassík, en þetta er mjög áheyrlegt og voða fallegt. Já. Og tónleikarnir eru á þriðjudagskvöldinu í tónlistarferðum okkar í Ráðhúsinu, þannig 8 kvöldið. Frábært. Þannig að fólk getur bara endilega skellt sér til Þorlákshafnar eða mætt bara gangandi yfir í Ráðhúsi. Þannig það verður örugglega áfram rosa gott veður. Já. Má hafa það? Já, sjálfsögðu. Það er ekkert annað í boði. Ég sé hérna á hafnarfrétti.is að nú, það fjölgar í Ölfusinu. Já, við vorum svolítið sorgmætt þegar við sáum að íbúafjöldin var aðeins á niðurleið á síðust árum. Já. Aðeins fækkað, en svo núna er að fjölga. Það er frábært og kannski mest í dreifbýlinu, en líka hérna í Þorlákshöfn. Þannig að okkur finnst við verðum að gera vel í að byggja upp góða grunnstöðu og það er náttúrulega alveg óbúslega flottur skóli, leikskóli og íþróttamannvirkin eru alveg til fyrirmyndar. Þannig að það sem að kannski fyrir mannskapskipti mestu máli það er til staðar. Já. Þannig að við erum voða glöð að fólk sé að flytja hingað og ná að njóta og nýta. Já. Það er alltaf góð gaman, það er svolítið af fjölskyldufólki koma og það er náttúrulega bara frábært. Það er gott mál. Þannig að þetta er búið að þessi þróun búin að snúast við heldur betur frá því fyrra. Já, hún er búin að snúast við og síðan til lukka, það er bara best. Já, jú, ég er sammála því. Á morgun 7. ágúst þá verður stóru viðburðir í íþróttamiðstöðinni hjá okkur. Það er Ísland-Holland í körfuboltanum. Þetta verður rosa spennandi. Það verður allir að mæta og kíkja. Þetta er mjög alveg frábært að skuli koma til Þorlákshafnar að hafa alltaf þennan leik hér. Já. Hjá okkur í okkar litla bæ. Þetta er sem sagt æfingarleikur fyrir lokamót EM, sem sagt Eurobasket 2015.
Akkurat. Og þetta eitthvað sem áhuga mennum körfubolta ætti að nýta sér og mæta. Og hérna eru margir áhuga mennum körfubolta. Já, ég veit það. Það er bara þannig. Körfuboltan hefur átt hug okkar og hjörtu lengi hérna í Þorlákshöfn. Já. Og á svæðinu líka. Það alltaf bara alveg fullt af flottu körfuboltafólki hérna. Þannig það að gera að fara og líta þessa snillinga augum og hvetja. Klukkan 19:15 á morgun og síðan klukkan 16 á 9. ágúst í höllinni, Laugardalshöll. Já, akkurat. Þannig að það sé komið á framfæri. Já. Eitthvað að lokum, Barbara? Takk fyrir að minna þetta. Já. Bara njótið góða þeir þess og hafa það gott. Þeir eru góð hvort annað. Ég þakka bara kærlega fyrir mig. Góð orð, svona rétt fyrir hádegismatinn. Takk fyrir þetta, Barbara, og eigðu góða helgi. Takk sem leiðis. Takk. Bless.